Ja, Kári, þannig oft verið sagt að ef þú valin bestur í einhverju deild að þá ættirðu að færa þig í aðra deild. Hvað finnst þér svoleiðis setningar? Bara flott sko. Já. Bara þetta góð viðurkenning á góð ári og ég held að maður sé ekki að pæla og mikið í þessu en bara já, góð viðurkenning. Svolítið skrítið eða skrítið og ekki skrítið. Þú taka við þessum verðlaunum bara, það er ekki komið 24 tíma síðan við töpuðum með einu stig í oddaleik. Hvernig svona stemmingin að fara frá því einhvern veginn að taka á móti þessu? Það vissulega svolítið erfitt. Það var ennþá aðeins dofinn eftir gærkvöldið og svona svolítið súrir en ég held að þegar við erum búin að jafna okkar aðeins á þessu meira þá getum við litið stoltir á þetta tímabil að við erum einu stigi frá því að vinna allt sem hægt var að vinna á þessu tímabili og já, því svekkjandi sem leikur var í gær þá var þetta flott tímabil í heild sinni og við getum verið stoltir af því en já, það er vissulega svolítið erfitt að koma inn í dag og taka á þessum verðlaunum eftir gærkvöldi. Meistarar, Íslandsmeistarar í fyrra, meistarar, bikarmeistarar, deildarmeistarar. 1 til 2 stigum frá, eða þú veist 2 stigum frá því að vinna leikinn í gærkvöldi. Nú oft verið sagt að lið sem að koma sér í þessar aðstæður, það sé ákveðin sigur fólkinu í. Ekki sammála með það? Jú, alveg klárlega og það er bara, þetta er svolítið svona, hvað segir maður, sýnir svona styrkin í liðinu okkar að við erum virkilega mjög góðir karakterar og það eru sigurvegarar í hópnum og þóttu við spilum kannski ekki besta körfuboltann í alla vetur og lentum í alls konar veseni og brasi að þá fundum við leiðir til þess að vinna leiki og gerðum bara virkilega vel og getum verið mjög stoltir af því og já, maður er fúll en jú, við erum búin að gera eitthvað virkilega sérstakt þetta síðastliðið ár eða svo upp í Val. Komum aftur að fyrstu spurningunum minni. Kári, þú hlýtur að vera eitthvað að líta út frá landsliðinu að spila? Já, það er bara í skoðun. Ég er náttúrulega endur samt við Val núna fyrir árinu og líður vel þar en svona ef það kemur eitthvað spennandi utan þá get ég stokkið á það þannig að það er bara að sjá aðeins hvernig markaðurinn verður í sumar og svo tökum við stöðuna á því. Bestu þakkir Kári og til hamingju aftur með þetta. Takk fyrir.